Komið sælir og blessaðir, kæru fiskar. Fiskur minn góður, hér eru spilin þín. Hér er verið að tala meðbræður þína, eins og við segjum. Eða þá sem er í kringum þig. Þetta getur verið fjölskylda þín, þetta getur verið vinnufélagar. Þeir sem eru með þér í lífsins verkefnum eða á lífsins ferðalagi. Það er verið að benda þér á að þú hefur stuðning af þeim og getur sótt hann ef þér sýnist svo. Ef það er eitthvað sem þú ert að gera sem að virkar erfitt og þið kvíðið fyrir, að reyndu þá að leita til þeirra sem að geta stutt þig. Kannski veistu ekki endilega af því að þeir geta veittir stuðning, þá er bara að gera að spyrja. Þetta tengist þetta við einhverju sem þú ert búin að vera að bíða eftir að geta gert. Þetta gæti verið atvinnutengt. Því að næsta spil hérna fjallar umhverfið. Þannig að það er bæði hér umhverfið og fólki sem er í umhverfinu þínu. Þetta er svolítið mikið svona, þessi orka er bara orkan í kringum þig í heild. Þú gæti verið umhverfissinnaður, kæri fiskur, og þið eru mikið í munum að vernda náttúruna. Þið eru mikið í munum að fólk noti rétta næringu, þar sem næri sig á heilbrigðan máta. Nú ef til vill ertu einhvers konar kennari sem ert að miðla áfram vitneskju náttúruna, dýraríkið. Það er stuðningur í kringu þig fyrir þessi verkefni. Þetta er ef til vill eitthvað sem þú ert að fara að setja á stað. Gæti verið í formi námskeiðs eða kennslu. Gæti verið í formi einhvers konar hvatningar eða aðgerða til að fylgja þessari köllun þinni. Og spilin er í raun og veru að minna þig á það að þú ert ekki einn. Að það er fleira fólk þarna úti sem er sama sinnis og þú. Og mundu líka að partur af náttúrunni eru auðvitað við mannfólkið. Það að vera út í náttúrunni veitir þér mikla ánægju og getur líka veitt þér stuðning. Náttúran er gefandi og gjöful og hvergi er að finna jafn mikla heilun eins og í náttúrunni. Og það eru góðar ráðleggingar að ef að fólki líður illa er að bögglast með einhver vandamál í huganum, að fara aðeins annarkvort út í náttúruna, út undir bert loft, og það skýrir hugan og er meiri heilun heldur að gera sér grein fyrir. Ok, kæri fiskur, þá held ég sé búin að segja þér það sem ég þarf. Ég ætla að lokum að taka spil hérna meira að gamni og ekki taka því mjög alvarlega. Þetta eru spil sem ég kalla já og nei og allt þar á milli. Ef þú ert með einhverja spurningu, kannski í huga, hvað segja spilin? Negatív. Það lítur að vera bara nei. Og ef ég tek eitt enn, og það er meira jákvætt, að sjálfsögðu stendur hérna. Taktu þessu bara eins og þú vilt, sem svari við þínum vangaveltum. En gangið vel með þetta allt saman, kæri fiskur.
ljós og kærleikur.